Já, eins og ég sagði hérna í upphafi þáttarins að þá erum við til húsa í Bolholti 6 og þar gallerí, það gluggagallerí, þar sem að listamenn hafa sett listaverk út í glugga og fólk getur skoðað það. Þetta er opið allan sólarhringinn, þetta er eins og samstöðin, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikur, allan ásins hring listasýning hérna í gluggagallerínu Stétt og núna í dag var að opna ný sýning og það Almar Steinn Atlason sem að setja þar upp. Hvað heitir sýningin? Hún heitir Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Ekki ríkisstyrkjum? Nei, það er ekki til neins að vinna að gera byltingu hérna. Það er svo lítið. Ég var að sjá nýju fjárlögin. Ég ætlaði að gera byltingu og svo sé ég get ekki smíða með neina almennilega höll eða komur upp neinum svona almennilega herveldi með þeim skattekjum sem verið innheimta hér, sko. Þyrfti að ráðast fyrst í miklar skattahækkanir áður en að borga sig að gera hérna byltingu. Þú getur náttúrulega að eigna þér til dæmis auðlindir hafsins. Þar hér er bara hægt að gera byltingu upp að því marki sem að Bandaríkin samþykja. Nú, þannig að þeir myndu koma hingað þá? Þeir eru hérna alltaf. Við erum fylkin nema rétta nafninu til. Þannig að þetta er svona þykistu lýðræði? Já. En við megum bara að gera allt það sem að... Við höfum frelsi, sko, þanga til að við móðgum, sko. Eða göngum í báða við, eða förum að ógna hagsmunum beint, sko. Heldur það í alvörinu að Bandaríkin myndu setja viðskiptaþvinganir á Íslandi ef hvað? Ég veit nú ekki hvernig. Píratar eru með hreina meirihluta. Já, sko, nei, í gegnum kosningar held ég þurfa að sætta sig við aðeins meira, sko. En ég held samt að þú komist ekki upp með nema x mikið, sko. Og þeir náttúrulega gera þetta alltaf í gegnum fyrirtæki. Það er þessi svona efnahagslega, þú veist, þú myndir koma með mér út í skotgrafir hérna í Öskjuhlíð og við sætum og varum að skipuleggja hvernig við myndum steypa þessu öll á stóli og það við vissum að væri búið að smíða Starbucks í kringum okkur. Og selja inn til þess að skoða þessa menn. Já. Gafður sem eru fljótur að gleypa allt, eða ekki? Gleypa alls konar mannréttinda baráttu. Jú. Og einmitt Ísland, sko, þetta er svo lítið, sko. Þeir þyrftu ekki nema að loka einni skipaleið og kalla það hagræðingu og þá erum við allt í einu komin í einhvern vöruskort og þurfum að fara að skipuleggja einhverjar flutningsleiðir sjálf í staðinn fyrir að vera millistopp. Við áttum hérna Eimskip, almenningshlutafélag. Vestur Íslendingar áttu, gáðu háskólanum. Háskóla fór með hlut Vestur Íslendingar, manningilegundar. Ég veit ekki hvað mikið brennst. Og sambandið sem var nú hérna félagslega rekið fyrirbrigði, þeir áttu Samskip, áður en Óli Ól tóka. Já, og ég... Samherji á núna Eimskip. Þannig að sko. Það var kannski skárra en ekki. Ég veit það ekki, sko. Ég er ekkert sko, ég er alls ekki mjög hrifinn af gamla daga heldur. Mér, sko, eins og þetta blasir, ég er ekki mjög flinkur í að lesa svona tölur og rekja svona slóðir. En ég er ágættur, sko, í svona grunnlesskilning. Og mér sýnist að hér sé mjög erfitt að eignast eitthvað eða verða, sko, alþingismaður nema maður sem er danskt eftirnafn. Þetta virðist vera mjög óeðlilega hátt af svona eitthvað svona Dórótsen og Jensen og Mogensen og þetta er, sko... Það er ekki margir að þingja núna eitt Símsen, Jón Pétur Símsen. Sko, þú þarft ekki að fara langt aftur, sko. Þetta gengur allt í erðir, sko. Bjarni Ben var náttúrulega af H-Ben-ættinni. Jú. Og svo Íslendingar sem komast til áhrifa, þeir smetla. Það var engarættinni fyrir ekki. Já, þeir smetla, sko, svona einhverju íslensku ættanafni við til að komast og mega eiga peninga. Það er svona eins og Blöndalega. Já, þetta er allt, sko... Já, hér má enginn komast til áhrifa. En af hverju ert þú ekki komið bara ættanafn og skellir í það? Það er ekki boði fyrir menn eins og mig, sko. Og hvað af hverju? Ég mætti ekki taka með neitt ættanafn nema í kassanum og þá er þið bara að hlegið að mér. Já, þú varst náttúrulega í kassanum. Ég hef ekki tilkall í neinn ættanafn. Þegar þú hittir fólk, byrjar að tala að þú hefur verið nakin í kassanum hann fljóðlega. Fólkið? Já. Það er allavega, sko. Þetta fylgir þér ennþá. Ég reyni það, sko. Þetta er náttúrulega eitthvað svo besta forgjöf sem maður í minni stétt getur fengið. Að lappin í herbergi og fólk veit svona aðeins hver maður er. Það er, þegar maður lifir á því að selja nafni sitt og handverki sitt, þá er það ekkert nema dásamlegt. Það getur verið samt erfitt fyrir listamann að vera með svona hittara. Þá vilja áhorfendur alltaf fá það aftur.
Mér finnst það ekki, sko. Hefurðu Ég verið- ræð alltaf hvað ég gef áhorendum, þú veist. Hefur verið Þeir mega alveg vera nakin í vonbrigðum. öðru verkum eftir þetta? Sko, ég var allavega ekki eitthvað. Einhver sem hefur flogið þess hátt, sko. En ég stríplast alltaf þegar mér finnst tilefni til. Menn hafa verið svolítið naktir. Nú Það öll persónuleiki eru föt, sko. Stundum Var- það maður er að strípa burt og vera, ef maður þarf að vera sko bara manneskja, þá getur maður eiginlega ekki verið inn innum fötum. Nei. Var ekki Egill Sæbjörnsson sem að Hann er sko, hann er Að rúnka- hámenntaður strípalingur. var hann ekki að runga sér á einhverju sýningu á Kjarvalsstöðum þegar hann var ungur? Ég man nefnilega aldrei hver það var sem var að því. Nei, En það er, en svo hefur sko, en þetta er nefnilega allt komið á OnlyFans. Núna. Körver Þetta er alveg búið að taka þetta af listasöfnunum. Körver, mannstu ekki, hann var að skríða nakin hérna eftir einhverju galleri. Já, þetta er bara algjör standard og allar grísku stytturnar eru naktar og bara, ég held bara, þetta er bara leið til að, ef þú ert á annar borð að vinna með mannslíkamann. En þú mælist samt með því að fólk gerir þetta til þess að verða, geta gengið inn í herbyrgi og allir vita hvað þú ert. Ég held að sé ekkit mikið harra hlutfall af strípalingum sem að gengur opaslega vel með það heldur en landslagsmálurum sem gengur opaslega vel með það, sko. Eins og þú búin að telja upp, það eru hundruðir manns út allan bæ að stríplast fyrir listagiðuna á hverju ári án þess að verða nokkuð gagna af, sko. En en þetta sem er í glugganum, Já. þetta eru málverk. Jú, þetta eru landslagsmálur. Þetta er eiginlega eins og allt er staflað ekki, er þetta ekki svona, þetta er það ekki, þegar það er svona eitt stórt í miðunni og tveir vangir. Jó, þetta er svona ákveðin, þetta er ákveðin trúabragð, sko. Já. Og það er logandi lögreglubíll Já, og svo er þetta heiti. já, byltingunum hefur verið frestað skorts á ríkisfjármagni. Svona hljómurinn í þessu nafni, minnir mann á hérna að byltingunni, þessi bylting verður ekki send út í sjónvarpi. Fréttlag. Já, einmitt, Herron. Já, ég var ekki, þetta er sko, ég held að sé ekkit gott að kafa of mikið í það, sko, að því að mér finnst sko bæði einhvern veginn verkið og titillinn bjóða upp á að búa til svona sögur og mjög margar ólíkar sögur. Og það er kannski fyrir mig það sem er skemmtilegast, það er leikurinn, sko, sem ég vil er reyna að leika með einhverjum sem gengur hérna framhjá. Sko, það er einhver sem gengur framhjá og heldur að ég sé búin að vera að smíða sko neðanjarðar byrgi löng göng sem tekur mörg ár að sprengja upp í landmannalögum og einhver annar sem að kannski heldur að mér finnist lögreglan ekki fá nóg mikið styrk til að kaupa bíla. Ég hafi áhyggjur af því að þeir lendi í vélabilunum eða þeir þurfa að keyra of langt upp á land. Þannig að þetta er sko, það er þetta búið til alls sko sögur og ævintýr út frá og það er náttúrulega sko mitt eina hlutverk sem myndlistarmaður er að fá fólk til að horfa út gluggann. Horfa inn í gluggann? Út glugga, inn í gluggann í þessu tilfelli, en það horfir inn í þennan glugga og mann þá sko að horfa út gluggann heima hjá sér. Að því ég mál aldrei neitt fallegra en er út gluggann hjá fólki, sko. En hérna, gluggagalleri, að því að það er alltaf eitthvað svona publikum, það fyrir eftir í hvar þú ert að sýna en gluggagalleri er eiginlega opið fyrir eiginlega hvert sem er, sko. Ég málverkið sem útilistaverk, sko, er sjaldan á striga, þannig að þetta er einstaklega tækifæri. Til þess, En þegar fólk hefur komið ykkar, ég hef tekið eftir því þegar það hefur verið sýningar. Síðasta sýning var reyndar alveg rosalega lengi og ég var svo glaður að sjá sýningur þína því að svo mikið að litum í henni. Það er hvað heitur hún var ekki Amanda Riffo sem var með hennar stól. Það var svo frekar svona drungali sýning sem var búin að vera hérna svolítið mikið lengi. Ég var mjög glaður að sjá alla litina sem þú komst með. Já, mér finnst svo gaman að litum. Já. Mér finnst svo erfitt svona litleysi, sko, sérstaklega í málverki, sko, sem vinnur með liti. Já, gluggagallerið er líka, þetta er sko, svo ég viti eiginlega eina svona alveg drive-thru gallerið á Íslandi. Þú þarft aldrei að drepa, þú þarft ekki að stoppa bílinn til að sjá, sko, sýninguna. Og best að eiginlega vera að borða pulsu með hann. Já, það er þetta að fara í bílalóu eitthvað staðar, sko, þetta Sindab og Loki Sunnutorgi, það var eina bílalóun á landinu sem var á móti umferð.
var mót umferð. Já, maður þurfti alltaf að deyja sig í gegnum farþegarsætið, sko. Ekki alveg snjallt. Það var stórgott og einstök upplifun. Myndirðu vilja að hér er bylting? Já, já. Og til hvers? Bara til þess að einhver svona lágmarkssanngirni eða eigi sér stað, sko. En hverjir ætti að taka völdin? Sko, mér finnst sko borðleggjandi að byrja á stjórnarskránni sem við eigum og var búin til lýðræðislega og ég hvet alla eindregið, sko, almennt sem ég hitti til að skila auðu þangað til að þessi stjórnarskrá er lögfest óbreytt. Þá felur þú náttúrulega að því að mér finnst lýðræðisblekkingin hér hafa algjörlega hrunið með fellingu þessar stjórnarskrár, að það er einhver svona valdastétt hérna sem að miklu leitinu til ber eða hefur borið eða þú ferðið af eða langafa dönska ættanöfn og eitthvað sem að ræður því hvernig lýðræðið er og hvernig það er uppbyggt og hvað það er og meðan það er þá, mér liggur ekkit á að fá nýja þingmenn, sko, minnst ekkit mjög akút þannig að ég ætla ekki að skrifa undir neina ráðningarsamningar sem ég er ekki fullkomlega ánægður með. En hefurðu skilað auðu? Ég skil alltaf auðu. Ég spyr bara því að þú ert að hvetja fólk til þess að gera það. Stundum sagt í siðferðislegu málum að vegvísir þarf ekki að fara þangað sem að bendir, þannig að þú mátt leggja til að aðrir gera eitthvað sem að þú gerir ekki. Ég hef, sko, yfirleitt alltaf skilað auðu, sko. Ég studdi forsetaframboð, sko, Elísabetar Kristínar Jökulsdóttur sinn tíma. Að ég hef, sko, hún er eina af þessum örfáu mannesku sem ég trú að geti breytt heiminum á sjálfstæðum. En annars svona hef ég yfirleitt alltaf... Þú leisti hafa það og kusta hana? Já, þá braut ég vannan, sko. Af því þá var líka komin einhver, sko, þá var eitthvað embætti sem er fórsetis. Ég held að það henda henni einstaklega vel. Og þá er ég alveg til í að skrifa undir þann ráðningarsamning, því að ef að valdir umboðið þjóðar, sko, þá horfi ég alltaf á þetta þannig að fólk sé að sækja vinnu hjá mér. Og ég get annarkvort hugsa málið aðeins lengur eða skrifa undir. Þetta er náttúrulega þetta með að hafa svikið þjóðinu stjórnarskrá er náttúrulega frekar synd þingsins, þetta eru forsetans. Forsetin getur lítið gert. Nei. En það er samt, sko, þetta er sama lýðræðislega kerfi, enda kaus ég líka í forsetakosningum en ekki borgarstjórnar eða alþingiskosningum. Eitthvað gerir byltinguna og eitthvað tekur völdin, hver ætti það að vera? Sko, til að byrja með, bara sá sem gerir það. Það er alltaf dómstóll byltingarinnar alltaf eftir á. Ég náttúrulega trúi mjög skýrt og heitt á svona bottom-up kerfi þar sem hverjum geira er stjórna af þeim sem að þiggja þjónustu þar þar sem heilbrigðis- og velferðarkerfi er stjórna fyrst og síðast af læknum, hjúkrunarfræðingum og þá fötluðum og sjúklingum og fólki sem er að þiggja þessa þjónustu eða föngum sem er að jafna sig, velferðarkerfi okkar nota öllum. Fangar í stjórn fangelsins? Já, sko, í fangelsismálum. Tryggingastofnunar? Já, allt þetta, sko. Og svo, ég hef mikla trú á þessu, sko, að fólk þurfa að skipuleggja sín einn mál. Og svo ef það er eitthvað svona bókhaldsmál og fjárskiptingar og eitthvað, mér finnst bara þetta fólk eigi svo að ráða einhvern í þetta. Það eigi ekki að vera eitthvað svona prestísstaða að láta bókhaldi stemma þegar menn er að láta samfélag ganga upp, sko. Hallarslegt að fjármálaráður að gera sér breiðan eitthvað. Já, það ætti bara að vera eitthvað bókari sem væri bara ekki að derra sér neinstaðar, sko. En ekki það, ég er mjög hrifinn af bókurum. Ef þú horfir á steinun þá bara skattaskýrslan verður æðisleg í ár. Ég lofa að skila öllum kvittunum velmerktum. En þú vilt breyta samfélaginu? Ég vil að samfélagi breytist. Ég nenni því ekki sjálfur, sko. Mér langar bara að mála fallega myndir. Ég hef það svo fínt í þessu samfélagi, sko. Akkurju? Akkurju? Af því að ég tala tungumál millistéttarinnar og er ljósarur glaðlindur kallmaður á Íslandi. Þetta er algjörlega hannað fyrir mig, þetta dæmi, sko. Þetta lukkunar pamfílum bara sögunar. Já, bara hversu margar kynslóðir hafa soltið og brunnið í ánuð og dáið 30 bara til þess að þú getur notið þín og hversu margar heimsálfur ennþá undirlagðar í þrældóm og ógeð í þeim eina göfuga tilgangi að ég geti valið 16 tegundir af rjómaís á hverjum einasta degi algjörlega án þess að og bara í algjöru svona lálauna batteri er þetta bara minn raunveruleiki, sko.
En gerir maður það gott að vera myndlistarmaður? Þetta er góður business, eins og sagt er. Sko, þetta er... ég held að ég væri versti fjármálaráðgjafi. Ég held að ég sé sko minnst qualified manneskja sem þú getur fengið viðtal til að segja þér hvað sé góður business. En það er hægt að láta ganga upp ef maður er bjartsýnn og talar góða millstéttar íslensku. Selurðu verka? Er þetta til sölu? Já, þetta er allt til sölu, sko. Sem er þetta gluggagallerínu? Ég hef ekki geymslupláss undir þetta, sko. Eða þú veist, ekki endalaust. Bara auðvitað, maður vill bara... En þú vilt selja, þú vilt ekki fara að bera þetta aftur inn á vinnustofu? Ekki mín vegna, eða þú veist, ég vill endilega bara geta lifað svona gluggi? Svona gluggi? Já. Þetta eftir að ákveða verðið það? Þetta er fókdýrt, maður. Multimonni peningaglás, eins og eitthvað segi. Já, þetta er svo stór verk. Málverk líka bara á handverk. Eins og fólk bara, það er... Hóljuleitir er líka svo dýrir, eða ekki? Þetta er allt fókdýrt, sko. Bæði efniskostnaður og klukkutímar og annað. Það er bara, eins og allir vita, það er bara rosa dýrt að versla handverk. Hvort þú ert að kaupa iðnaðarmenn, hvort það er pípari eða listmálari. Bara, það er í rauninni fáránlegt hvað við getum keypt mikið af hlutum ódýrt af því að þeir eru búinir til einmitt af þessum fólki sem er í ánöðu sem ég geti fengið rámaís. Og svo varstu með opnun í dag. Það er hluti af myndlistinni. Það er partur af myndlistinni. Að halda partí og skála. Þetta er svona eins og íslensku myndlistavelun og tónlistavelun. Við erum einu starfstéttirnar sem geta ekki haldið árshátíð á þess að sé samkeppni. Og svona metingur. Það er ekki í opnunum, það er ekki allir vinir. Ég er aðal. Að ég er að opna. Það er allavega skála fyrir mér. Þetta er lykilatriði þegar maður heldur opnu. Þetta er næstu því svo 75 ára afmæli bara. Svolítið svipað, sko. En það er myndlistan, sko, starf mitt sem myndlistan maður felst aðalí því að halda 2 afmælisveislur á ári, en hætta samt aldrei að vera 19 ára. Þú ert eitthvað rúmlega 19 ára? Svo ég hélt fyrir ekki marglöngu upp á 19 ára afmæli mitt í 13. sinn. Ég held alltaf ég verið 20 ára næsta ári, svo kemur það aldrei. Maður nú heyrt svona konur segja, sko, það séu 29, ég fyrir 39. Ég menn ekki eftir neinu sem allra hanga þarna niðri. Það er 19 ára. Ég ræð engum með það, sko. Ég er alltaf að reyna að verða 20, það gengur aldrei, sko. Ég reyna á hverju ári og mistar trekk í trekk. En það var reyndar sagt, gekk saga af einhverjum manni sem gekk alltaf aftur og aftur í menntaskóla, sem fannst það að vera besti tími sinn, var orðin komið vel á 30-aldur þegar hann var ennþá í menntaskóla. Var þetta ekki Fostilsarðurinn okkar? Var þetta ekki Sigmundur? Ég man ekki alveg hver þetta var. Hann var eitthvað að sneika sér aftur í menntaskóla sín orðin 30 því hann fá svo ljót mynd af sér eða eitthvað. Já, vildi fá betri útskriftarmynd. Það var eitthvað svoleiðis. En þú ert komin út úr mentó? Já. Já, búin með listaháskólan? Já, bachelorgráði í myndlist. Já, hvernig er það góður skóli eða? Mér finnst það. Sko, í samanburði við allt annað sem að ég hef kynst það heyrt af, að þá er þetta mjög svona opið nám. Þar sem að hlutverk prófessor og kennara er að styðja við þann áhuga á þær rannsóknir eða hugsanir eða fagurfræði. Þetta er oft svona eltingaleikur við einhvern úlf, sko, sem að maður reyna eða veiðiferð. Það er vistnám í svona akademísku formi, þannig að þið eru að... Það er nefnilega akademían sem að ég er ekkert voða vel við, sko. Því akademían vill kenna sjálfar sig, sko. Hún leitast við að fjölfölda sig. Þangað til úr komin bara mjög hátt háskólastigi. En listnámið er svolítið svona... Markmiðið er náttúrulega að breyta öllum í prófessora. Já, eða bara líka, sko, að fönnela. Þú ert að vinna undir einhver, þú ert að vinna með einhver hugmyndafræði. Það er ákveðna trektir, sko, til staðar. Listnámið er mjög opið og ég held líka, sko, ólíkt mjög mörgu háskólana með þú sé það, sko, meinholt. Ég held að sé ekkert, sko, markþjálfaprógram sem að, eða svona, einhver atferð, ég vil litla trúa atferðisfræðum. En ég held að þetta dót sé ekki skott og listnám, sko. En þú var þar ekki eða fórstu eitthvað út í námið? Ég fór í skiptinám. Bjó í rúmt halvt ár og eyju sem heitir La Reunion í Indlandshafi. Þessu heyrundi frakka. Einmitt. Og það er dásamlega eyja því að hún lifir á svona nýlendu samvinskupið. Ég held að sé 60% atvinnuleysisbætur eða eitthvað. Sko allir. Og það er svona franskir súpermarkaðir með frönsku matvöruverði og svona afrískir útimarkaðir með afrísku matvöruverði. Og þetta er algjörlega dásamlegur staður.
eða einhver staður sko, sem ég get mælt með fyrir fólk að fara og klippa öll vísakorti sín og vera á, þá er það þessi staður. Herðu, það gangið vel með sýninguna og kannski kemur ykkur og kaupir hana. Takk fyrir það, sömuleiðis, já það væri óskandi. Og kannski við vorum eitthvað að ræða að það er nú gott fólk sem heldur utan galleríið. Að bara okkar allra besta fólk. Já. Steinunn Gunnlaugsdóttir og Snorri Páll Jónsson. Kannski aldrei hitt betra fólk. Nei, kannski fæ ég ykkur bara öll þrjú saman þegar sýningin er búin að opna. Það væri bara ljómandi skemmtilegt. Herðu, gangi vel. Takk fyrir það. Takk fyrir. Herðu, og við höldum áfram við rauðaborðið að finna út úr því með eitthvað með heiminn. Ég man ekki alveg hvað er næst, en það er eitthvað gott. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is